Já, sælverði og velkomin í kalda pottinn þessa vikuna. Hjá mér staddur Ásþór Magnússon, engin annar, velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér. Bara, það hefð fyrir því að við skálum í Jesú lagi. Já, skál. Þannig að við gerum þetta allt rétt. Ásþór, velkomin aftur. Hvað ertu nú að gera við þér? Hvað að gera? Já, ég náttúrulega að klára verkið sem ég byrjaði á fyrir 28 árum, Virkjun Bessastaði. Þetta bókin sem ég gaf út fyrir 28 árum með hugmyndafræðina. Það eru 28 ár? 28 ár. Og þetta er hugmyndafræðina því hvernig við getum virkjað embætti forseta Íslands til friðar og lýðræðis þróunar. Sem sagt að nýtt áhrifamátt embættisins. Við þurfum ekki að breyta raunverulega stjórnskipan í kringum embættið til að gera það sem ég vil gera því að við erum að tala um að nota bara áhrifamáttinn. Við erum í kjarnan að tala um það að sem var upphafið hugmynd Friðar 2000 fyrir 30 árum þegar það var stofnað, að það er að tengja saman sem sagt grasrótina, friðarhreyfingunum, efnahagslífið, sem sagt atvinnulífið, fyrirtæki og svoleiðis og stjórnmálin. Tengja þetta saman í samhentu átaki til að umbreyta hernað í þróunarhjálp. Þannig að við erum ekki að tala um það að ég fara að reka alla hermenn úr vinnunni. Við erum að tala um það að þeir fái nýtt hlutverk, eins og forseti Íslands fái nýtt hlutverk. Fái þeir nýtt hlutverk við það að byrja að leggja vatnsveitur, byrja að rækta upp land og hergagnaframleiðendurnir fái verkefni við það að smíða traktora, ekki skriðdreka og með því að breyta hugmyndafræðinni kringum hernað og þetta þá eyðum við þörfinni fyrir styrjaldir. Þessar styrjaldir eru náttúrulega að koma út úr því að menn eru að rífast skiptingu auðæfanna og út af því að það sumir hafa ekki nóg og við það að byggja jarðveginn þannig að það geti verið þjóðfélag sem allir geta þrifist, að þá tökum við svolítið á þessu og við stöðum náttúrulega leiðir líka þennan flóttamannastraum. Því að flóttamannastraumur er náttúrulega mjög hættulegur okkur og öðrum Evrópuþjóðum og ég skrifaði nú mitt í þessa bók fyrir 30 árum að við munum ekki geta varið ríku þjóðirnar í Evrópu með stórum múrum þegar fátæku þjóðirnar í Afríku kannski koma og herja á og vilja komast inn. Það þarf að leysa úr þeirra vandamálum þar og það er náttúrulega mörgum stöðum verið gert og það var náttúrulega nýlega verið til dæmis það verið nú 2 uppreisnir í Afríku bara nokkuð nýlega þar sem að raunverulega fulltrúar þjóðarna hafa kastað á dyr forsetum sem hafa verið studdir af stóru hernaðarþjóðunum og sagt hingað og ekki lengra, nú ætlum við bara að reka þetta land fyrir okkar fólk og þetta er svona svo jákvæð þróun sem er að gerast. Það er mikill misskilningur í gangi með það að það sé að fólk sem er í pólitík, forseti Bandaríkjanna til dæmis og aðrir svona, hafi alveg stjórn á því hvernig hlutirnir gerast. Það er sérstaklega á við í dag, vegna þess að í dag hefur fjölmiðlun breyst svo mikið með tilkomu samfélagsmiðla að grasrótin hefur miklu meiri áhrif en hún hafi áður. En samt er það þannig að ef við tólum tilbaka að Víetnamstríðið til dæmis, það var stöðvað
með mótmælum í Bandaríkjunum. Það var bandarískur almenningur sem að náði að stöðva þetta stríð með svo miklum þrýstingi á stjórnmálamenn. Og við erum raunverulega að sjá svolítið kannski þetta gerast líka núna með Palestínumálið, að það eru mjög háar mótmæli, til dæmis í Bandaríkjunum, út allan heim, allan heim gegn þessu ofbeldi sem á sér stað þar og gegn því að í Bandaríkjum sérstaklega þar sem að fólk að mótmæla því að Bandaríkjum sé að leggja vopn og peninga í þetta og margir telja að Biden muni bara hreinlega tapa kosningunum út af þessu máli. Þannig að þetta sýnir bara sko að þegar á reynir, og ég held að það er aukast í framtíðinu, þá það grasrótin sem ræður. Í klárlega ætti það að vera þannig að þetta kom allt upp frá grasrótinu upp í æðstu stöður, en ekki öfugt. Nákvæmlega. En mér langar Ásþór, ég er nú búinn að vita af þér ansi lengi. Og mér langar að vita, hvað varst að gera áður nú? Stofna Frið 2000 og svona, hvaðan kemurðu? Ég kem úr Kleppsholtinu í Reykjavík. Faðir minn er frá Biskupstungum, Iðu í bærinn, nálægt Skálholti. Móðir minn úr Vestmannaeyjum. Það bara hérna rétt hjá? Já, bara hérna rétt hjá. Faðir minn átti sumarbústað hérna við Álftavatn þegar ég var unglingur. Og ég man eftir að koma hérna á Gömluborg reglulega. Og þetta var minn uppáhaldsstaður því að þeir áttu hérna svona morgunkott sem var með svona bangs á hunangi, það var hérna, man ekki hvað það heitir. Og ég var alltaf í esinu minn að koma hérna því að þá var keyptur pakki af þessu til þess að borða í sumarbústaðnum. Þannig að hérna, ég er nú komið hérna oft áður og þá aðalega sem krakki. Og nú ég byrja mjög ungur með svona hugmyndir einhver viðskipti og það byrjar á því að ég fer að gefa út jólakort og ég bara held ég allir sé ekki 12 ára gamall eitthvað svoleiðis. Það bara strax þarna, 12 ára, koni í business. Já, og ég finn einhverja gamla svona gestetni fjölritarnir til sölu í Slippfélaginu í Reykjavík og samfæri föður minn að fara með mér þangað og kaupa þessa vél með mér og fyrir sparipenningin sem ég var búinn að spara og eitthvað og það endar að ég enda með þennan fjölritar og ég bý til litla prentsmiðju í kjallaranum í æsku heimilinu og svo byrja ég að framleiða svona jólakort og þetta var bara vél í einum lit og það var þetta skipt lit og ég gerir þetta og ég að prenta fyrst blátt og svo rautt og setja þetta tvisvar í gegnum vélina og setja svo glimmir á og svona og næ svo í umslög og hérna í einhverju ritfangaverslun og geng svo með þetta í hús að selja þetta. Góður! Já, þannig byrja ég. Og það nú kannski annað sem ég gerði því ég sett upp svona sviði sem þú ert með hér í bílskúrnum á Æskuheimilinu líka og hélt leiksýningar. Þá réði ég krakka í hverfinu til að vera leikarar og ég fekk systur mín og tvær yngri til þess að og systur son minn sem nú eiginlega jafngamall mér þekktur maður í íslensku þjóðfélagi í dag, skemmtilegt tilviljun. En hann sem sagt, ég set þau í að selja miðana. Og hann kvartar oft yfir því við mig, ég hef nú verið harður húsbóndi, ég hef þrælað þeim bara út í að selja þessa miða. Og þarna voru haldnar leiksýningar í hverfinu. og systematískt peningahugsunin. Já, þetta ekki peningahugsun, þetta eitthvað sköpunargleði, en einhvern veginn tengist einhverju svona, Það pródúser í þér, greinilega. Já, og svo og ég með þessa litlu prentsmiðju í kjallaranum þarna heima og þá byrjaði ég að gefa út skólablað í Langholtsskóla, yfir Langholtsskóla, byrjaði að gefa út skólablað þar sem hét Gosi. Já. Og þá lappa ég fyrirtækin þarna í hverfinu og annars staðar í bænum að selja þeim auglýsingar og ég fæ fólk til þess að skrifa greinar. Vala Matti mitt, hún var bekkjarfélagi minn og
og fékk hana til að skrifa eitthvað í þetta á sínum tíma og fleiri og svo gaf ég þetta blað út og seldi og það þróaði svo yfir í tímarit sem hét Jónína og var mjög þekkt svona táningatímarit og ég var fyrsti til þess að setja litmynd á forsíðu á tímarit á Íslandi. Góði, erum við að tala 1960 eitthvað? Ég þá, 15-16 ára þegar þetta og ég fæddur 53. Já, þannig þetta 60 eitthvað. Já, 60 og það sem sagt, þetta rýkur upp upplægið, þetta munið að það farið í nærri 20.000 eintök tímann. Já, það? Já, það tókti ofboðslega mikið á þeim tíma, það var alveg bara Íslandsmet og hún var þarna fyrirsætta sig þekkti ég mikið í ljósmyndun og Kristín Våge var á forsíðu hjá mér. En svo leist bara föður mínum ekkert á þetta hjá mér sko. Nú, af hverju? Af því að ég var allt og latur í skólanum sko, því ég var bara í þessu tímarit og ég held með þess að við heldum tónleika í Háskólabíó og við fengum allar þessar stjörnur til þess að spila og syngja á þessum tónleikum og það seldust upp allir miðarnir og það var svo mikill ágangur að unglingarnir komu sko og börðu á utan Háskólabíó og vildu komast inn og það var búið að loka, það var fullt bíóið og það var brotinn þarna einhver 1 eða 2 rúður og hann, ég held að hann hétt Friðfinnur minni mig stjórinn á Háskólabíó, hann var algjörlega brjálaður út í mig og sagði hingað kemur þú aldrei aftur í þetta hús. En svo var þetta náttúrulega allt gleymt seinna þegar ég hélt að það tónleika og við höfum friðað 2000 fyrir Kosovo. Þannig að þá var það annan einhverjum seinna. En þannig að þetta verður til þess að faðir minn skipa mér að selja þetta fyrirtæki. Jú, þetta var alveg bara kennitala á allur pakkin á þessu. Það var, ég man það ekki hvernig það var allavega að selja þennan rekstur sko. Og það verður úr að ég geri það og þá var það sem að þetta tímarit saminast öðru minna tímarit sitt Samúel. Já, ég man eftir því. Já, og svo held ég bara hann bara sleppt Jónínu nafninu sitt og hétt Samúel. Og ég fer til Bretlands að læra fyrst ensku og 1 ár að læra ensku í Bretlandi. Tek próf, svona Oxford próf í ensku og síðan fer ég á Listaháskóla að læra ljósmyndun og markaðsfræði. Já, ok. Já, og þá kemur nú þegar ég er í síðasta árinu þar þegar að Eyjagosið kemur og ég er einmitt nýkominn frá Íslandi, hafði farið í jólafrí til að heimsækja foreldrana og ég hringi í föður minn og hefur vel komað tilbaka, taka myndir og ég hef alltaf unnið á sko tímavilka fyrir vísir sem blaðaljósmyndari með skólanum. Þannig að á sumarfríum og svona, þá var ég að vinna sem blaðaljósmyndari. Þannig ég þekkti svolítið inn á ljósmyndu fyrir blöð. Og hann segir, þú getur gleymt í það allt lokað, þú færið ekki að fara þarna út. Svo ég hef samband við Sunday Times í Bretlandi og ég ætlaði mér að þarna út og ég seldi þeim þá hugmynd að ég sé alveg frábær ljósmyndari. Ég sé búinn að vera að vinna fyrir Íslenskt Dagblað og mynda allar Ungfrú Ísland. Ég var offísjál 17 ára ljósmyndari í Ungfrú Ísland keppninnar. Ferðaðist allt landið og myndaði fegustu konur landsins. Og ég fæ þá til þess að gefa mér svona umboð og bréf að ég sé þeirra ljósmyndari sendur til Íslands til að ljósmynda gosið. Og svo ég er á næstu vél bara til Íslands og kemst þá í svona flug fyrir erlenda blaðamenn til þess að ljósmynda þetta. Og ég þarna, þá bara þegar á að fara að lenda þarna, þá segja en nú hafa bara aðstæður breyst og við getum ekki stoppað nema bara 40 mínútur.
og það var náttúrulega ekki ná 40 mínútur að taka einhver alvöru myndir af því sem var að gerast þarna. Svo ég náttúrulega svona brjálaður ungur, sko, að ég fel mig í einhverjum kjallara þarna og ég reyndi að lasa nú eitthvað þegar ég gæri það fyrir þetta að RÚV-menn hefðu hert þetta eftir mér. Þau földu sig í Grindavík þegar það var verið að leita þeim, en þetta gerði ég þarna, ungur reyndar. Og varst eftir? Og varð eftir, já. Í eyjunni? Já, og svo var ég þarna nokkra daga og tók fullt af myndum og kom svo með varðskipi tilbaka til Reykjavíkur og kom myndunum mínum og vildi fara aftur út í eyju og síðar, sko, en kom myndfilmunum til London með flugi og þetta var til þess að ég átti fyrstu ljósmyndirnar í lit því að það var engar símsendingar á litmyndum á þessum tíma sem að bárust til Evrópu og þetta var til þess að þetta var heljarinnar umfjöllun í Sunday Times og svo settum við í samband við svona myndabanka sem seldi myndirnar úr allan heim í blöð og tímarit og í kennslubækur síðan. Í mörg ár fékk ég fullt af peningu, sko, sent, alltaf mánaðarlega fyrir myndirnar og svo mætti ég þarna, var stutt eftir þetta, þá mætti ég á splunkunni bíl sem ég keypti fyrir peninga sem ég fekk fyrir myndir frá Sunday Times. Hvernig bíl var þetta? Þetta var Datsun, Nissan Datsun hét hann eitthvað svoleiðis. Og þeir urðu algjörlega grænir, skólafélagarnir, sko, ekki eftir því að ég var á nýjum bíl. En að því að ég var á nýjum bíl sem ég borgað fyrir myndir og við vorum að læra ljósmyndum, sko. Já. Þannig að það var svolítið skemmtilegt. Svo misti ég nú þennan bíl þannig, sko, því að svo kem ég heim og stofna svona ljósmyndagerð og ég var með nýjung þar, það var hétt Filmupokinn og fólk fékk fría filmu og þetta byggðist á því að senda á öll heimili sem sagt svona póka sem þú gæti sett filmu í og sent inn í fyrirtækið og fá svo framkallaða myndirnar. Ég var nú myndir þannig daginn að unga fólki sem með síman svona mynda, það kannski man ekki eftir þessu að búið til pappísmyndir, það voru ekki símar þá að taka myndir og ég var búinn að setja upp verksmiðjuna, sko, og það var allir peningar farnir í það og ég átti ekki pening fyrir póstorugjöld á til þess að borga undir þennan póka til þess að fara út. Þannig að ég sel bílinn á hann stóð á tollstöðarhúsinu upp á þaki, þá var bílastæði þar og tollurinn geymdi hann fyrir mig þar, ég gat ekki leyst bílinn inn og ég seldi bílinn þar, tók við peningunum frá kaupandanum og labbaði inn á pósthús og borgaði burðargjöldin. Og þannig komst fyrirtækið í loftið. Vel gert. Já. Og svo streymdi filmur alveg í þúsundavís og það á endanum þá sko við gátum ekki unni úr því nógu hratt, það fylltist heilt herbergi af póstbókum. Já, það var svoleiðis. Þetta er 1970 eitthvað? Þetta er 70 og allir sé ekki 7 eitthvað svoleiðis. Mér rámar í þetta. Já. Ég á einhverja minningar þetta, því ég er mikill áhugaður ljósmyndir líka. Og svo verður þetta fyrirtæki til þess að ég fyrir þarna í samkeppni við Hans Petersen sem er þá einráður á markanum. Algjörlega markaðsframleiðslustöð búin að vera mörg ár og það kostar á þessum tíma, sko, helmingi meira að framkalla filmu á Íslandi heldur en á Spáni. Og síðan þá það komið honum í helmingi ódýrara á Íslandi en Spáni því þeir hækkuðu aldrei verð og það verið óða verðbólga hérna. En ég byrjaði sem sagt líka að opna útibú í Kaupmannahöfn því að þessi samkeppni er svo hörð að það er alltaf að lækka verðin hérna og ég opnaði útibú í Kaupmannahöfn og bý til fyrirtæki þar sem heitir Fotomester og það fyrirtæki gera alveg það sama. Ég sendi út svona póka, fæ filmur tilbaka og gerir svo samning við Icelandair og Tollinn það að ég geti sent sérstaklega merkta póka með farangri og það fái alveg forgang inn á Leifsstöð til að taka móti þessu og fara með þetta niður til að framkalla og það er gert og er unnið á næturnar í að framkalla fyrir Kaupmannahöfn eða Danmörku og sent á næstu vél morguninn tilbaka.
Fólkið náttúrulega sem að verslaði við danska fyrirtæki er ekki hugmyndum að filmurnar væru búin að fara í flug til Íslands og tilbaka. Rosalega kraftur í þér. Hvað er dræfið bak við þetta allt saman? Er þetta bara genin? Ég veit ekki. Já, pabbi minn var náttúrulega rosalega vinnuþjarkur og duglegur og við höfum öll verið það systkinin lagt þetta á honum. Og við erum svona frekar kannski ósérhlífin, sko. Og hérna og ég er náttúrulega sko þrjóskur, ef ég ætla mér eitthvað, þá ger ég það. Ég fer ekki frá hálfkláruðu verki. Og þess vegna er ég nú hér aftur eftir 28 ár að virkja Bessastaði. En menntunulega, kláraður einhverja menntun annað en ljósmyndunina? Já, það er ljósmynd og markaðsfræði. Svo fór ég fullt af námskeiðum í svona stjórnun fyrirtækja, rekstrarhagfræði og svoleiðis. Þannig áhugi var alltaf þar sem peningar hreyfast? Hann var í rauninlega í að búa til eitthvað, sko. Svona eins og þú segir í dag, startup? Já. Og ég, sko, þegar ég til dæmis er með þessa ljósmyndagerð og komin þarna í að vinna fyrir Danmörk og svona, þá fæ ég tölvu frá IBM. Ég er fyrsta einkafyrirtæki á Íslandi með tölvu. Ok. Já. Það er engin önnur tölva til á Íslandi nema hjá ríkinu og svo hjá einu fyrirtæki sem er svona tölvuþjónustufyrirtæki, ekki sem að nota hana í sínum rekstri. Og þetta er eins og skrifborðastærð, pínulítið svona bara skjá, grænum. Og disketta sem er svona bara eins og LP-plata nánast og 256K, ég maður alltaf eftir því. 256K? Já, og þannig byrjaði tölvuvinnslan og talvan var svo dýr í rekstri að það þurfti vélstjóra á þetta og alls konar. Þetta var þurfti annað en í dag. Og þannig að þá fer ég að spá í það, ég get ekki nú nýtt hann aðeins betur og úr því verður kreditkort á, þess að Mastercard umboðið. Já, byrjaði þú með það? Ég byrjaði með það. Og ég bý til viðskiptaáætlun um það og fæ með mér í lið, fjárfesta, sjávarútvegi og fleiri til þess að koma þessu í gang. En svo vandast aðeins málið þegar við ætlum að fá að opna bankareikning. Það er nefnilega, sko, ég fer með mína viðskiptaáætlun í þann banka sem við vorum með viðskiptum sem var Búnaðarbankinn, Búnaðarbanki Íslands. Seinna var það Kaupþing og svo Arionbanki. Og bankastjórinn sendir þetta í hagfræðideildina í bankanum til skoðunar. Og ég á svo fund með ungum hagfræðingi í bankanum og hann segir, þú átt eftir að taka yfir bankakerfið, þetta verður stærri en bankinn. Já, það. Já, og svo síðan kom svarið frá bankastjórinn, nei, því miður, við viljum ekki opna reikning fyrir þetta fyrirtæki. Og það var sama sagan í hinum bönkunum. Já, ok. Öllum bönkunum. Vildi enginn koma nálægt þessu? Vildi enginn opna reikning fyrir okkur, nei. Það óttaði við þið eru svo stórir? Já, líklegast. Úff. Já. Og það er ekki fyrir en svo að vill þannig til að tengdafæðir systur minnar var stjórnarformaður Verslunarbanka Íslands sem var þekktur banki þá, minni banki og það er búið að neita okkur þar en hann eiginlega skipar bankastjórnum að opna fyrir mig reikning. Ég fer til hans og bið hann að hjálpa mér í þessu og hann verður þeirri bón og bjargar þessu og þannig komst kreditkort HF í lofti með Eurocard og Mastercard. Ok, vel gert. Þú er frumkvöld á mörgum sviðum. En hvað tekur við í kjölfar? Ertu þá bara í þessu áfram, svona í viðskiptamódelum? Já, svo er það sko, svo lendum við í þessari óðaverðbólgu á Íslandi. Verðbólga verður, ég man alltaf töluna, verður 183%. 81, 2, 3? Já. Akkurat. Já, ég misti íbúð þá. Já, það fór í kjölfarið sko á þessu fór mjög mikið af fyrirtækjum í gjaldþrot verslunarfyrirtækjum og svona. Það var það eiginlega svolítið hálfgert efnahagshrun út úr þessu á þessum árum sko.
Þarna var verðtryggingin búin til, var það ekki? Ég man það ekki, en ég man eftir þessari velbólgu og ég var með póstverslunarfyrirtæki með þessu og þá gaf ég út póstlista 2 ári og þar eru verðin náttúrulega prentuð á vörunum og ég gat ekki breytt verðunum en menn voru að gera það, að breyta verðunum nánast daglega og samt var verðlagshöft og máttir ekki breyta verðum, þú veist, þetta var allt mjög furðulegt Það var allt crazy á þessum tíma. Já, og og það verður til að ég lendi í greiðsluþroti með fyrirtækið og það endar svo í gjaldþroti og ég í heilt ár að vinna með skiptaráðendum að vinna úr þessu gjaldþroti að koma öllu í verðmæti og svona og ég missi allt mitt út úr þessu en það borgast og reyndar flesta kröfurnar en það var nefnilega sagði mér svo lögfræðingur sem var að reyna að vinna í því að fá greiðslufresti og svona hann sagði ég hef aldrei mætt annari eins heift eða andu gegn nokkrum manni eins og þér úr bönkunum þeir voru brjálaðir yfir því að þeir tekið að þeim kortaumboði þeir fannst ég að hafa stólið Mastercard umbóðin undan nefinu á þeim en það var nú samt þannig í samningunum sem höfðu verið gerðir að við höfum skyldu til að selja bönkunum ef við vildum kaupa og það gerðist svo síðar en þetta var til þess að það var ekkert hægt að ná neinu svigrúmi fyrir mig í þessu gjaldþroti og ég var bara raunlega útilokaður algjörlega frá því að geta leyst úr því án gjaldþrots sem að hefði annars alveg verið hægt og þetta verður þá til þess að ég set aðleguna í ferðartösku og fer til Kaupmannahafnar og þar átti ég nú góðan vina sem hjálpaði mér aðeins að finna út úr því að húsnæði og öðru til þess að komast þarna inn því að hann hafði starfað fyrir mig í sambandi við Fotomester framkvæmdunarfyrirtækið móttökun á filmunum í Danmörku maður sem hafði unnið hjá sambandinu reyndur maður í viðskiptum og svona og þetta endar með því að ég finn einbýlishús til leigu í úthverfi Kaupmannahafnar þar sem að það er verkfræðingur sem að fara að vinna í þróunarhjálp Sameinuðu þjóðanna og hann að leigja út húsið sitt í ykkur ár meðan hann fer í þetta verkefni og ég fæ húsi á leigu og í því kjallari og þar set ég upp skrifstofu og svo ræði ég 2 unga forritara í vinnu við að endurhanna forritin sem við höfum notað í IBM-tölvunni fyrir póstverslunina yfir á PC sem þá að byrja Readership Rooms í samvinnu við póstverslunina sem ég hafði verslað við hér heima. Það sem ég hafði fyrir utan svona veraldlegu eigurnar í ferðartöskunni að það var ég hafði sem sagt tiltrú credibility hjá mínum viðskiptafélögum af því það hafði gengið mjög vel viðskiptasamband við þá í mörg ár og þegar ég útskýrði fyrir þeim hvað gerðist þetta með þessa óða verðbólgu þá skildu þeir alveg hvað hafi gerst vandamálið þannig að þeir álaustuðu mér það ekki og hjálpuðu mér í gangrunna með þetta að ég gerðist fyrir þá umboðsmaður að búa til sem sagt tækifæri fyrir minni fyrirtæki og einstaklega sem vildu starta fyrirtæki að gerast umboðsmenn póstlistans í Skandinavíu. Og við erum að tala þarna ég var að vinna með 2 stærstu póstverslunarfyrirtækjum Bretlands. Risastór fyrirtæki. Og þetta þróa svo út í svona snertiskjátækni fyrirtæki. Þá það standard, svona upplýsingastandard eins og á sérstundum á flugvöllum og í hótelum og ég þróa þetta og ég verð eiginlega bara eitt fremsti í heiminum, allavega í Evrópu í þessari tækni og viðskiptavinir mínir eru stór fyrirtæki eins og Olivetti tölvufyrirtæki sem var stórt á þá tíma Danska Símafélagið og þessi stóru póstverslunarfyrirtæki í Bretlandi það voru settar vélar inn í verslanir þar sem fólk að panta á listunum og þetta og þarna líka verið að þróa það er ekkert internet, það er ekki til á þessum tíma
það er til fyrir einhvern hernað eitthvað, það er ekki til svona almennt, það er engin netverslun, hún er ekki til. Ég nota módem og síma línur til þess að tengja þessa upplýsingastanda við höfuðstöðvar Póstsölufyrirtækisins. Sprettur þetta allt úr kjallaranum með 2 starfsmönnum? Já. Bara vex það? Já. Kúður? Og það verður þannig sko að það vex svo hratt fyrirtækið að það er bankað upp hjá mér og þá komið sölumaður frá Tatsestjórninni í Bretlandi. Já. Og hún er þá með það hlutverk að finna dönsk fyrirtæki sem eru upprennandi fyrirtæki með nýja tækni og eru vaxandi og bjóða henn að flytja sig yfir til eða opna útibú í Bretlandi. Og mér er boðin bygging nálægt Newcastle undir fyrirtækið á bara for a song eins og þú segir. Þess að leigulaust í ykkur ár meðan er að koma þessu. Og ég slæði til að gera þetta. Og þar byggist þetta upp í að verða mjög alþjóðlegt fyrirtæki í þessari tækni. Og ég bý ennþá reyndar í Kaupmannahöfn, en ég var alltaf í flugi, ég lærði að fljúga þegar ég var bara 20 og eitthvað hérna heima. Og ég var á þessum tíma búinn að kaupa 2 hreyfla Cessna-vél. Og sko hún var svona sölubíllinn hjá mér sko, ég með sýnisvagnin af græjunum í flugvélinni sko, því að það var ekkert internet til þess að sýna neitt sko á þessum tíma. En ég í meira en heilt að í næri 2 ár að þá flög ég alltaf á mánudögum í vinnuna, yfir til Newcastle frá Roskilde í Kaupmannahöfn og tilbaka á föstudögum. Já, ok, hvað varstu lengi á leiðinni? 2-3 tímar? Já, það var eitthvað svoleiðis. Já. Langt í vinnuna. Já, en svo endanum náttúrulega flutti ég þarna til Bretlands. Og ég lendi nú í því að ég misti þessa vél þannig að það kveiknaði hreyfli á henni. Ég hafði þess að hún var nýkomin úr ársskoðun í Newcastle og ég fór til Íslands, heimsækja fjölskylduna, flaug yfir Atlantshafið og lenti henni hérna heima. Og svo fer ég út og fer til Leeds Bradford í Bretlandi. Það var einmitt höfuðstöðvar þessa Póstsölufyrirtækja var þar í Leeds Bradford. Og ég forstjóri eins þessa fyrirtækis ætlar að fljúga með mér yfir til Noregs, Oslo. Við vorum með stóra keðju þar sem ætlaði að taka tækin. Og bara skuttlast á Cessnunni. Já. Og hann hafði nú flogið með mér á því ég hafði boðið hann til Frakklands í frí og við höfum flogið með hann og konan hans á vélinni þangað og svona, hann var svolítið hrifinn af vélinni, fannst það sniðugt því að fyrirtækið mitt var með svona einkennisliti, það var svona bleikt og grátt, einhver auglýsingastofa við hanna og ég málaði það á vélina, þannig að vélin var svona svolítið óvenjuleg og litin. Já, hún fannst þetta mjög fyndið. En svo er það þannig að ég er nú bara undirbúið að fara brottförina, síðan að fara að fljúga yfir til Oslo og þá hringir hann og segir að hann get ekki flogið með mér þetta sinn. Hann verði að taka áætlun í fyrramálið því að konuninni hafði dreymt svo illa fyrir fluginu og hún harðbannaði honum að fara með mér. Okay. Og svo ég fer nú bara einn og ég fer í loftið. Og svo er ég bara rétt komin yfir Leeds Bradford borgin og þá kveiknar ég öðru hreyflinum. Í flugi? Já, í flugtakinu. Úff. Já. Talandi konuna sem að dreymdi. Já, þetta var mjög skrítið. Og mér finnst að feðra hreyfilin eins og kallað er, gera annar hreyfilin óvirkan sko, en eldurinn logar á fullu sko. Og mér finnst að snúa vélinn tilbaka og lendinni. Heilla húfi. Já, en það var rétt svo, því að svo er það þannig þegar tryggingafélagið er búið að fara yfir vélina og skoða tjónið og allt þetta. Það hefði gerst einhver mistök í viðhaldinu, þá er mér sagt að ég hef verið hársbreidd frá því að missa vænginn. Hann hefði verið við það að falla af vélinni. Það grínast. Hittna svo bitarnir í vængnum, já. Wow. Og ég var búinn að fljúga vélinni yfir Atlantshafið. Það var eins og þetta gerðist ekki þá, tvisvar. Fyrst frá Newcastle til Reykjavíkur og svo frá Reykjavík til Bretlands. Þetta var greinilega ekki þinn tími að fara. Nei, þetta er ekki minn tími, akkurat. Þarna til að fara. Já, af því ég átti eftir að gera þetta sko.
Klárlega, nú erum við komin að því. Er undirliggjandi að því það er greinilega mikill samfélagstónn í þér. Þú vilt sjá breytingar í heiminum, vilt sjá hlutina breytast. Hefurðu verið svona þenkjandi alltaf? Ég verð fyrir svona svolítið, ef þú getur kallað kannski einhverju andlegri vakningu kringum 40 ára gamall. Og þá er líf mitt í fjárhagslega mjög góðu lagi, kannski allt á góðu. Þá á ég mitt hús í Bretlandi, Norður-Bretlandi, á einbýlishús þar. Ég er með íbúð í London, ég er með aðra íbúð í Marbella á Spáni. Ég er með einkaþotu, ég er með bíla og ég er með allt. En ég er ekki hamingjusamur. Og ég kynnist náttúrulega ýmsu fólki þarna í Marbella, það er mikið mjög ríku fólki þar og þetta kynnist líka fólki gegnum flugið. Ég flög með einhverja hertogaynju til að kaupa gardínur í París til dæmis og svona vitleysis-flugrugl, þar sem fólk var að kannski vildi leigja mig vélina og ég flög þetta stundum sjálfur. Og mér fannst það alveg hámark vitleysunar að fara að kaupa gardínur í París frá London og með einhvern interior designer og það verður til að ég átta mig svona á því að peningar er ekki það sem að lífið snýst peningar gefa þér ekki hamingju, þeir eru bara eins og eldsneyti á bílinn, þú þarft auðvitað að hafa þá en það er ekki engin framtíð því fyrir sálu þína að stefna bara á því að safna peningum. Og hvað ætlar það svo að gera við þessa peninga? Nákvæmlega. Já. Og Var þetta bara einhver dagur eða var þetta þróast yfir? Nei, þetta var svona ferli sem ég gekk í gegnum. Þetta kom svona smátt og smátt. Og það var nú þarna Žirinovskí á þessum tíma í Rússlandi var nú að tala um að gera Ísland að fangaeyju. Þetta var ekki Ísland að fangaeyju. Og þetta verður til þess að ég stofnaði þessi samtök. Friður 2000. Friður 2000 og það byrjar með fundi, svona friðarástefnu að fundi í Barcelona, Spáni. Og þú ert driffjöðurinn í þessu? Já, ég er driffjöðurinn í þessu og ég byrja svo að hafa samband við önnur friðarsamtök. Ég undirbý þetta í rúmlega ár að stofnunina og er þá að vinna bara í þessu full time og með skrifstofu fólk og við höfum samband við flest öll svona stærri friðarsamtök í heiminum og fáum 100 samtök til að vera með stofnendur í að stofna Frið 2000. Með þessa hugmyndafræði sem sagt sem við varum að tala um áðan, að breyta hernaðinum yfir í þróunarhjálp. Fyrsta merki félagsins er svona heimurinn með skriðdrekar sem að breytast í traktor. Og það verður svo úr ég hitti líka mann á þessum tíma, svolítið andlega sinnaður maður sem hafði verið hérna á Íslandi, ekkert tengt mér þá, og hafði þessa vision af því að Sameinuðu þjóðirnar myndi rísa á Íslandi. Hann sá það fyrir sér að það myndi gerast hér. Já. Og það er náttúrulega, þetta eru náttúrulega núna 30 ár síðan, en á þessum 30 árum er búið að þróast mjög mikið sú hugsun að Sameinuðu þjóðirnar þurfa að fara frá Bandaríkjunum. Á hlutlausari stað. Já, þetta hefur oft komið upp í umræðinni, Já. Og við ég fer svo til Íslands og held stofnasamtökin hér. Það verður ákveðið að þetta skulle vera íslensk samtök. Þegar Ísland eigi að verða land friðarins. Já. Og það er haldinn stofnfundur í Háskólabíó. Það koma mörg hundruð manns þar og fulltrúar frá erlendu friðarsamtökum. og til dæmis einn af meðstofnendum, það er Steingrímur Hermannsson fyrrum forsætisráðherra. Hann mætti þarna? Hann mætti þarna með konunni sinni. Og hann var aktífur í starfi félagsins framan af. Hann var þá seðlabankastjóri
Hann greiddi götu mína mikið til dæmis í Bandaríkjunum. Ég fór yfirleitt mánaðarlega til Bandaríkjanna og var þar í félagi sem hét Communications Committee for the United Nations, eða samskiptanefnd fyrir Sameinuðu þjóðirnar. Og þar var ég alltaf að tala Ísland sem land friðarins og þessa hugmyndafræði og svo eins og hringt í mig og mér sagt að það sé verið að undirbúa að setja upp svona friðarmerki og hvort að ég viti góða staðsetningu fyrir svona friðarmerki og ég segi náttúrulega Ísland og þetta verður síðan það sem að rís í Viðey. Já, sem að Yoko Ono hefur svolítið... Já, það þetta sem að ég spurður að þessu sambandi staðsetningu. Þannig að þetta þín hugmynd? Nei, það ekki mín hugmynd. Það bara að þetta verði á Íslandi. Já, það þín hugmynd. Já, það allavega komst einhvern veginn til skila frá því fólki sem hafði sambandi við mig þetta með staðsetningu. Þannig að það sýnir bara kannski hvað áhrif þú getur haft erlendis með því að tala þetta. Því að þarna erum við með beina áhrif af mínu starfi hjá Friði 2000 fyrir áratugum síðan, 30 árum síðan. Ég man vel eftir þér á þessu tíma og umræðinni, fylgdist alltaf með og fannst þetta flott framtak. Og svo náttúrulega annað sem að gerist þarna á þessum árum að ég fer, það búið að vera eitt stríð í Írak og það stefnir allt í annað stríð í Írak. Þá Clinton forseti og Clinton-stjórnin að safna, að ná samstöðu í að fara aftur inn í styrjöld við Írak og ég flýg með jólapakka til Írak. Já, ég man til því, vel gert. Já, ég bý til svona, ég náttúrulega búinn að vinna með fjölmiðlum, ljósmyndari sem ungur námsmaður alltaf og skildi alveg hvað þarf til að búa til frétt. Og þú þarft einhvern kontrast til að búa til frétt. Þannig að ég ákvað að fara með jólasvein til Bagdad, inn í Múslimaríki og það myndi vekja athygli til þess að koma boðskap Friðar 2000 áleiðis þar. Og svo ég bara á leiðinni þarna niður eftir þegar að hringdi mig frá kristilegum samtökum í Amsterdam út af stúlku sem að lá fyrir dauðanum að hún gat ekki fengið lyf út af viðskiptabanni Bandaríkjanna á Írak. Það gat hún ekki fengið lyf. Og þeir biðja mig að koma með stúlkuna til Amsterdam þessi búið út við henni sjúkrahúspláss en það sé engin flug og ekkert hægt að koma henni og ég segi skulu reyna það og þegar ég svo í Bagdad þá vil ég fá að taka þessa stúlku og ég fæ nú ansið dræmar þetta við því og svo ég fer að halda blaðamannafundi svo ég held blaðamannafundi bara trekk í trekk þetta og að reyna að herja á starfsmenn Saddams eða þá sem eru þarna tengda ríkisstjórninni og líka starfsmenn Sameinuðu þjóðanna og það þykist enginn geta gert neitt og ég fer ekkert nema með þessa stúlku og endanum þá fer ég bara út á flugvöll og það stoppar mig enginn, við förum með stúlkuna og foreldrinnar án þess að vera með nokkuð offisíalt leyfi, bara förum með hana. Og enginn sem að... Nei, ég var aldrei stoppaður. En ég var náttúrulega búinn að gera svo mikla fjölmiðla umræðu út úr því að þetta var búið að vera í heimsfréttunum í 5 daga. Já, ok. Já, og CNN var með í för og myndaði allt saman. Já, ekki þrókma að nála þér. Nei, ég held ekki. Það var einmitt þegar ég kom út daginn eftir að við höfum lent þarna í Amsterdam og stúlka var farin á sjúkrahúsi. Ég kem út daginn eftir að einhvern svona litla verslun þar sem var söld dagblöð. Það var bara allur veggurinn. Það var hvert einasta blað. Það var forsíðumyndin var okkar flugvél. Og þetta verður til þess að það skapast rosaleg mótmælaalda út allan heim. Og það byrjar í háskólum og dreifir svo úr sér. Og það verður til þess að Clinton-stjórnin missir allan stuðning við væntanlega innrás í Írak.
Það er bara þessi coalition sem var að myndast, hún fellur sjálf sig. Og ég var nú kallan á teppi utanríkisráðinu hvað fjandann ég var eiginlega að spá, ég var að eyðileggja samskiptum við Bandaríkin með þessu uppátæki og svo framvegis og hérna þetta var náttúrulega bara stormur í vatnsglasi sko. Hvaða ráðherra tók þig á beinið? Hvaða ráðherra tók þig á beinið? Ég man ekki, það voru starfsmenn ráðuneytisins og hérna en þetta verður sem sagt til þess að afstýra því að þeir fara þarna í styrjöld á þessum tíma af því að þetta er sama því að svo er haft samband við mig frá Grikklandi og ég er búinn til Grikklands og þá hafði UNESCO sem er menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna í Grikklandi útnefnt mig til þess að fá mannúðarverðlaun grísku kirkjunnar og ég kem til Aþenu og það er farið borð í skip og það er siglt í litla eyju og þar er mættur allur bærinn með lúðrasveit. Vel gert. Já, og það er byrjað á því að opna bókasafn UNESCO og síðan er farið í kirkju og þar er mér afhentur það segir hvernig heilaga gullkross grísku kirkjunnar. Vel gert. Þetta sýnir það að þarna ger ég þetta bara sem friðarsinni. Ég hef ekki sko sæti við pólitíska borðið, þannig ég næ ekki að vinna þetta þar beint inn í pólitíkin, en það er það sem þarf að gerast. En þetta sýnir bara til dæmis hvað sko ég gæti sem forseti haft mikil áhrif. Ég er alveg klár á því að gæti náð mjög sterkri samstöðu með fjölda ríkja heims sem myndu svo náttúrulega þrýsta á stærri ríki eins og Bandaríkin og Rússland og svona til þess að hætta þessu vopnaskaki og ég geti náð samstöðu með vegum atvinnufyrirtækjum því ég þekki þann geira líka. Ég til dæmis hjálpaði til við það að stofna flugfélag í Portúgal fyrir einhverjum 30 árum síðan sem er nú stórt flugfélag og hérna og hef oft náð ágætum samböndum innan vísindagreinans og svo er ég náttúrulega ágætlega tengdur í grasrótinni gegnum friðarsamtökin. Já. Það eru milljónir manns sem tilheyra friðarsamtökum út allan heim. Það eru friðarsamtök í hverju einasta bæjarfélagi nánast í heiminum. Já. En hvað verður til þess að þú ákveður í upphafi að fara í forsetaslaginn? Vegna þess að það, sko, til þess að geta sameinað fólk í pólitíkinni, að þá þarf eitthvað embætti sem er ekki sko pólitískt til hægri eða vinstri. Það þarf að vera þverpólitískt. Því að þú þarft að ná samstöðu við öllum. Og það getur ekki gerst sem þingmaður. Nei. Og þú hefur ekki aðgang að sko erlendu þjóðhöfðingjum eða helstu ráðamönnum ríkja sem þingmaður. Þú hefur það sem forseti. Mjög greiðan aðgang. Heimspressan opnast fyrir þér strax. Já. Og Ísland er mjög virt og miklu virtara á alþjóðavettvangi heldur en kannski almenningur hér átt að sjá, þrátt fyrir smæðina. Já. Sko þegar við tölum líka stærðina, þá þurfum við líka átt okkur á því að sko umræðin er þarna komin frá því að tala við ykkur á milljarða manns og í það að tala við innan við 200 aðilir því að það eru sko aðilar Sameinuðu þjóðanna eru bara eitthvað innan við 200 ríki sem eiga aðild að Sameinuðu þjóðanna og hérna og ég vil það setja þá umræðu í gang að Ísland verði landfriðarins Ísland verði ekki því að greiða fyrir flugvélar til að flytja vopn og hermenn eins og var gert núna til Úkraínu. Ísland verði til að boða friðinn, boða hugmyndafræði, leiða saman fólk til þess að ná árangri. Ég tel að ég hefði verið kosinn 2016, ég hefði getað afstýrt Úkraínu-styrjöldinni. Ég talaði það í sjónvarpi, bara daginn fyrir kjördag held ég verið, allavega það var undanfara kosningar 2016. Þá sagði ég það að ef við ekki grípum við taumana núna, þá verðum við komin í stríð við Rússland eftir nokkur ár. Og það hefur ræst. Já, greinilega. Já. En þú ert að koma fram aftur. Já. Og bara vel gert og bara virðing fyrir því alla leið.
mér langar samt að spyrja áðurnum fyrir beintinni forsetann. Ég set þessi ekki hnögg, þetta klippist ágætlega. Var pólitíkin ekkert að toga í þig í gegnum öll þessi ár? Varst aldrei skotin í pólitíska landslæginu, þú sem einstaklingur? Nei, ég hef aldrei haft raunlega áhuga á því. Nei. Ég hef verið bara þetta friðarmál að reyna að breyta þessu neikvæða umhverfi sem við lifum í sambandi við það, að taka á því. Það það sem ég hef áhuga á. Og að reyna að ná samstöðu með fólki úr öllum hornum stjórnmálana þetta málefni. Það þar sem minn áhuga hefur legið. Og það það sem meina með að virkja Bessastaði, það raunverulega að virkja. Já, það eina sem að ég hef haft áhuga á í sambandi við kannski pólitíkina, það að þróa lýðræðið meira. En það af því að það grundvöllurinn undir friðsamlegu samfélagi, að fólk sé sátt við þátttökuna í lýðræðinu, finnist að eiga þátt í því að mynda sína framtíð, skapa sína framtíð. Og við stofnum félag sem heitir Lýðræðishreyfingin, sem hefur verið að vinna með nýjar hugmyndir að hvernig lýðræði gæti orðið beinna lýðræði, hvernig það væri hægt að auka þátttöku almennings í lýðræðinu. En ég ekki að hugsa það þannig að fara í einhvern stríð við alþingi eða þingmenn eða stjórnvöld, heldur að reyna að ná samstöðu svoleiðisverkefni til þess að gera alþingi skilvirkara. Ég hef komið með hugmyndir að því að til dæmis að það mætti nota hraðbankakerfið sem kjörklefa. Mér fannst það reynda mjög góð hugmynd, þú komst með hana. Já, það og þá gætu kannski þingmenn tekið, getur kallað jafnvel skoðanakannanir eða jafnvel kosningar alveg í gegnum svoleiðis. Og ástæðan fyrir því að ég nefni hraðbanka það að auðvitað hefur verið talað um það að fólk getur kosið heima frá sér úr tölvu, en vandamálið við það að það getur verið fólk í kringum það sem hefur áhrif á það, og það þá að greiða kannski atkvæði ekki alveg samkvæmt sin eigin sannfæringu. En auðvitað með símónum í dag þá alltaf hægt að gera það meira á ferðinni, en hraðbankar eru með fulla öryggisstaðla í dag, og þeir gætu verið ein hugsanleg lausn, þeir gætu orðið kjörklefi, en þá til dæmis að kosningar færu fram yfir til dæmis 5 daga, og þannig að þá fer bara fólk í næsta hraðbanka þegar á leið, og ekki getur valið það að það sé bara eitt án nokkuð sögtökum komið aðalega að kjósa eða gefa sitt álit á einhverjum lögum. Já, en nú tölvurnar orðnar þannig að þú ert með rafræn skilríkin á öll þessi, en ég hef líka heyrt þessi mótrök að þá pappa og mamma kjósa fyrir barnið og eitthvað svona, en hefur pappa og mamma bara ekki samt áhrif á hvað barnið gerir svo í kjörkljónum endanum? Skiptir það raunverulega? Ég sé ekki kannski muninn að því. Það náttúrulega, fólk 18 ára gamalt eða það kýs. Það hefur ekki kosningarétt fyrr. Þannig að það náttúrulega ekki á ekki að vera talið barn. Nei. Það fullorðinn einstaklingur. Á að vera orðinn einstaklingur. Og þetta þurfum við að kenna okkar unga fólki að vera sjálfstætt og geta tekið eigin ákvarðanir og vera ekki undir áhrifum frá foreldrunum í öllum svona málum. Þetta að haga sér vel og allt það, en ég að meina í svona, þau geta séð framtíðin og geta ákveðið sína framtíð, þetta þeirra framtíð. Foreldrarnir á leið út úr þjóðfélaginu í rauninni, náttúrulega fyrir eftir hvað gamlir, en framtíðin barnanna og unga fólksins, og við hefum að búa þannig hæginn að þau geti tekið upplýstar ákvarðanir. Þá þurfum við náttúrulega að passa mjög vel upp á til dæmis fjölmiðla, að þeir séu hlutlægir, ekki hlutdrægnir. Þeir gefi málum mjög yfirvegaða umræðu, og það sé ekki að ráðskast með fjölmiðla, til dæmis að eigendur fjölmiðla geti ekki ráðskast með það sem fjallað og haft á það óeðlileg áhrif, því að
ef að fjölmiðlar eru ekki sjálfstæðir þá virkar ekki lýðræðið og sérstaklega ekki beint lýðræðið. Nei. Og mér finnst ríkislýðræði í fjölmiðlum ekkert virka neitt rosalega vel heldur. Og það sjónvarp allra landsmanna og ég verð sko að þegar fólk að bjóða sig fram, hver svo sem það er bara réttur allar að þegna að bjóða sig fram í hvaða embætti sem að þegar skoðanakannanir eru birtar og þá eru topparnir nefndir og svo aðrir sem mælast lítið en þeir eru aldrei ávarpaðir þessir aðrir og ég veit að skoðanakannanir eru skoðanamyndandi. Já, það geta verið það. Það geta verið það. Það náttúrulega liggur mikil ábyrgð hjá fyrirtæki sem að gera skoðanakannanir að láta ekki leiða sig inn í það að byrja að stýra lýðræðinu í einhverja vitleysu. Það þarf að gæta þess að öll sjónarmið komi fram og auðvitað það mjög slæmt ef að ríkisfjölmiðlar til dæmis eru mjög framarlega í því að nýta skoðanakannanir til þess að raunverulega búa til skoðanir í huga fólks. Já, þú veist hvernig mannskepna virkar. Flestir ætla að gera þetta, þá það öruggt. Ég fer þangað bara líka. En mér finnst alveg lágmarkskrafa í skoðanakönnunum að allir flokkar eða allir einstaklingar sem eru að bjóða sig fram skuli nafngreindir þó það sé 0%. Samt þessi einstaklingur í framboði og þá ber að hafa nafni með í skoðanakönnunum. Já, það sem ef við tökum forsetakosningar sko, þá hefur vantað svolítið upp á það að fjölmiðlarnir eins og ríkisfjölmiðlarnir byrji nógu snemma að fjalla frambjóðendur og framboðin og það rétt hjá þau, þeir eru að birta skoðanakannanir og svo byrjar kannski umræðan bara löngu eftir að búið að birta einhverja skoðanakannanir og hvernig á fólk að gera sér grein fyrir kostum eða göllum einhvers framboðs eða frambjóðanda nema að fái góða kynningu á viðkomandi framboði og þetta var náttúrulega bæði við í alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum og sérstaklega forsetakosningum sem einn einstaklingur sem verður kjörinn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta, ég hef nú deilt mikið á fjölmiðla og ekki síst RÚV fyrir það hvernig þeir hafa misnotað í aðdraganda forsetakosninga kerfið. Ég hef talað það til dæmis að forsetanum síðast hafi verið skotið á loft af RÚV. Já, ég tek alveg undir það með þér. Hann var svolítið matreitur onni í þjóðina. Við fullir virðingu fyrir honum sem einstaklingi, en hann var svolítið matreitur inn á sviðið. Já, og þú þarft raunverulega að fara, sko, ef þú ætlar að finna hliðstæðu við það sem gerðist þá finnur það nú eiginlega ekki nema bara hjá einræðisríkjum, svo Rússlandi. Nákvæmlega. Þú finnur svona aðdragandi eins og var þá í sambandi forsetakosningar ekki alveg. Já, en hvað finnst þér málskotsréttin? Finnst þér að ég virkja meira? Mér finnst að þurfi reglur hann. Það ekki gott að hann sé algjörlega háður duttlungum eins manns. Ég myndi vilja sjá einhverjar reglur þannig að líka þingmenn geti gengið að því vísu hvenær með að búast við einhverju farið þjóðaratkvæðagreiðslu en mér finnst ekki þessi þröskuldum með að vera mjög hár, þá á ekki að vera eitthvað mjög erfitt að þjóðin fá að ákveða endanlega ef það mótstaða gegn einhverju frumvarpi eða lögum sem samþykkt eru, þá eigum við ekki að vera hrætt við það að nota þjóðaratkvæðagreiðslu til að fá hug þjóðarinnar. En það eitthvað sem við hræðust meir en allt annað, við notum þetta ekki. Við erum svo treg við að beita þessu. Hvað heldur að valdi því? Það bara pólitíkin og landslægin? Það var náttúrulega ekki hefð fyrir að beita þessu. Ég var fyrsti maðurinn til að tala að beita þessu, þetta var 1996 og þá voru nú fengnir 2 eða 3 fræðimenn úr háskólanum sem að töluðum það að ég var að tala bara einhverja vitleysu og bull og það var ekkert marktakandi á þessu sem ég var að segja, þetta var ekki hægt. En það kom nú svo síðar ljós að forsetinn myndi nota þetta og það var í 3 gang sem að neitunarvaldið var notað, man rétt. Og
það var ekki gerst í tíð núverandi forseta. Það eitt mál þar sem ég tel að hefði átt að nota það og ég talaði það í kosningasjónvarpinu 2016, bara held ég fyrir kjördag, rétt fyrir kjördag, að það voru útlendingalögin. Þá var nýbúið að samþykkja lög frá Alþingi sem hét útlendingalög og þau voru að fara til forseta til undirritunar og þau lög gáfu útlendingum meiri rétt á aðstoð eins og húsnæðisaðstoð og ýmsar aðstoð, nú man ég ekki nákvæmlega öll atriðin, en gáfu meiri rétt heldur en Íslendingum. Og þetta hefur dregið dilk á eftir sig, það er verið að tala um það núna, að breyta þessu lögum út af þessu. Og en það hefur náttúrulega verið miklu betra að það hefur bara farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá þjóðin hefur ákveðið það sjálf hvort að hún teldi þetta rétt. Já, en svona að lokum langar maður að spyrja þig. Myndirðu sitja í hátíðarveislu í boði fjöldamorðingja? Hátíðarveislu í boði fjöldamorðingja? Já. Nei, segjum bara að Kim Jong-un bjóði bara forseta Íslands til Norður-Kóreu. Myndirðu mæta? Já, ég myndi mæta. Þú myndir mæta? Já. Vegna þess að hann er sem sagt forseti ríkisins. Hann er einræðisherra. Já, hann er einræðisherra. Og sko, ef þú ætlar að vinna friði, þá verður að geta sitið niður með óvinunum líka og tala við þá. Því að þú þarft að leiða þeim í annan hugarheim. Og þannig að ég myndi taka fyrstu vél og hitta hann og reyna að tryggja það að hann verði til friðs. Þú ert mun stærri maður en ég, Ásþór. Ég myndi aldrei hitta hann. En, Ásþór, hvar finnur fólk bókina þinn í dag? Já, bókina sem sagt er ég að gefa út aftur. Já. Það kemur ný útgáfa núna bara á næstu vikum. Okay. Og hún verður rafrænt, ókeypis. Og hún verður líka í prentuðu formi. Og fólk getur farið á vefinn minn sem er forsetakostningar.is. Þar verður hún aðgengileg rafræn. Og ég er svo að skoða það hvort þeir geta dreifin eitthvað á sölustaði landið. Þessi fólk getur þá, eða vill hana útprentaða, gera hana svoleiðis. Og svo ætla ég að vera með leik núna í gangi þar sem að fólk svarar spurningum úr bókinni. Nú er hlýtt yfir. Og og lesi bókina og svari spurningum og það verða vegleg velun í vinninga. Það er bara cool, alltaf gaman að því. Ásþór Magnússon, gangiði vel í baráttunni og mér langar að segja það, bara, ég hef svo oft lent í umræðu þig. Ég hitti nokkru sinnum á ævinni og ég tek alltaf upp hanskan fyrir þig. Ég veit ekki ég man ekki hvort ég hef kosið eða ekki, en ég hef alltaf tekið upp hanskan fyrir þig að því þú ert miklu klárari en þú birtist. Þetta er kompliment, þannig ekki taka þessu móðu. Og þú tekur þetta núna. Ég er full að trúa þér og bara gangi þér rosalega vel. Takk fyrir það. Og bara Jesú lögum það bara í döðlur. En þeir sem voru að horfa, takk fyrir að horfa. Þið getið sendt mér mail á týr@týr.is ef þið viljið koma ykkur á framfæri eða hafa einhverjar hugmyndir þáttinn. En takk fyrir að horfa og sjáum síðar.